Það er að þriðja mál á dagskrá. Það er Dalsbraut Káaheimili umsókn um skipulag. Til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhall Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Að sér nóg að gera í skipulagsmálum svona ákveðin hagvísir, segi ég. En liður 13 í fundargerð skipulagsráðs dagsetið 31. mars 2021. Erindi dagsett 17. mars 2021 þar sem að Ingólfur Guðmundsson fyrir hönd KA, Knattspyrnufélags Akureyrar, sækir breytt deiluskipulag fyrir íþróttasvæði KA við Dalsbraut. Fyrirhugaður að snúa núverandi byggingareitum fyrir knattspyrnuvöll og áhorfendastúku 90 gráður og bæta við byggingareit fyrir byggingu sem tengi saman áhorfendastúku frá vestri við núverandi íþróttahús. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 með fyrirvara lagfæringar í samráði við sviðsstjóra skipulagssviðs. Sindri Kristjánsson S-lista óskaði bókað þann 9. janúar síðastliðinn var undirrituð í Káaheimilinu viljayfirlýsing milli Akureyrarbæjar og Knattspyrnufélags Akureyrar. Í viljayfirlýsingunni var KA meðal annars heimilað að vinna nýtt deiluskipulag og félagssvæði KA við Dalsbraut og afrakstur þessara vinnu liggur nú fyrir. Hagsmunir bæjarins í heild liggja í því að uppbygging á KA-svæðinu hefjist sem fyrst þar sem að leið og sú vinna hefst fyrir álveru hægt að hefja endurskipulagningu svæðisins þar sem að Akureyrarvöllur staðsettur núna. Á því svæði liggja gríðarleg tækifæri til framtíðar og brýnt að horfa til þeirra vinnu. Brýnt að koma þeirri vinnu af stað sem fyrst. Skipulagning og uppbygging á KA-svæðinu því lykillinn að frekari uppbyggingu í hjarta Akureyrar á einu af verðmætasta byggingasvæði bæjarlandsins. Takk. Það er bæjarfulltrúi Þórhall Jónsson lokið málsins, orðið er laust. Þar sem enginn hefur kvatt sér hljóðs, þess að geta samþykkt að deiliskipulag fari í auglýsingu gefið merki. 11.